Ég ætla hér að fjalla aðeins hugtakið visku. Hvað er viska? Er hún mikilvæg og spyrja, er hún mikilvæg í dag? Ég nota visku hugtakið hér þó að ég viti að það kannski í dag eru önnur hugtök sem hægt vera að nota. Ég nota það bara til þess að einfalda hlutina. Nú kveikjan áhuga mín á visku hugtakinu kviknaði þegar nemandi umræðu tíma fyrir nokkrum missunum spurði hver er munurinn á þekking og visku? Og mig minnir að ég hafi svarað að viska væri víðara hugtak en þekking og að viska byggði á lífsreynslu. Í kjölfarið fór ég að kanna máli betur og reyna að finna svar við spurninginu hvað er viska? Og hér ætla ég að deila með ykkur mínum pælingum varðandi þetta hugtak. Í Gamla testamentinu er spekirit sem virðast hafa ákveðin uppeldislegt gildi og hlutverk. Það er gömul sannindi og ný að í lífinu er ekki hægt að ganga út frá fyrirfram ákveðinu plani hvernig lifa skal lífinu. Vegna þess er mikilvægt að fá leiðsögn og hjálp til að fóta sig í lífinu. Nú spekiritin höfðu meðal þetta hlutverk. Orðskviðir sem er eitt af þessum ritum ætla ég aðeins að skoða. Orðskviðirnir eru kenndi við Salómon, konung sem uppi var löngu fyrir Kristburð, hann var sonur Davíðs konungs. Orðskviðirnir deila lífsreynslu, innsæi, hagnýtum ráðum og leiðsögn af ýmsum toga. Í gyðinglegri hefð var litið á spekiritin sem efni til kennslu og til leiðsagnar til eftirbreytni. Í orðskviðunum má finna ólík forma texta. Hér á eftir mun ég nefna nokkur dæmi. Spurt er til hvers speki, og hér er tilvísun, til að menn nemi visku og leiðsögn og læri að meta orð skynseminnar. Áfram, hinn vitri hlýðir á og eykur lærdóm sinn og hinn hygni þiggur holl ráð. Aðeins meira, sæll er sá maður sem öðlast speki, sá sem hlýtur hyggindi. Hér er komið inn á hugtök eins og visku, leiðsögn, skynsemi, lærdóm og hyggindi. Einnig má finna ljóðrænan texta, tilvísun, kærleikur og tryggð mun aldrei yfirgefa þig, festu þau háls sér og ritaðu þau á spjald hjarta þíns. Viðbrögð Salómons konungs þegar tvær konur deildu og héldu því fram að þær ættu sama barnið, segir okkur mikið viskuhugtakið. Salómon leysti málið ekki beint, heldur prófaði konurnar, þar sem þær gátu ekki komið sér saman. Ákvað hann að kljúfa barnið í tvennt og fengju þær hver sinn hlut. Þegar önnur konan hrópaði upp að þá væri best að hinn konan fengi barnið, var Salómon búinn að leysa málið. Sú kona sem var umhugað líf barnsins fékk það. Á hvern hátt var Salómon vís eða vitur? Það er ekki til einhlít vísindaleg skilgreining á viskuhugtakinu en hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir bæði í Evrópu og Bandaríkjunum á því hvernig fólk upplifir hugtakið. Hægt væri að flokka niðurstöðnar í 2 flokka. Hvernig viturt fólk hugsar og hvernig persónuleiki þess er. Í fyrri flokknum má finna vísun til skilnings, að sjá samhengi, draga ályktanir af fyrri reynslu, einnig hæfni sem best er lýst sem innsæi, önnur hæfni er góð dómgreind, bæði hvað snertir hversdagslega og óvænta atburði, vitur manneskja lausnamiðuð, leysir vandamál með ígrundun og beitir innsæi við mat á rétt og röngu. Aðrir þættir sem nefna má er mikil reynsla, félagsleg hæfni, samskiptahæfni og eru einnig góðir mannþekkjarar. Hvað varðar persónuleika þættina mætti nefna umburðarlyndi. Ver ekki stöðugt að dæma aðra, auk þess sterk tenging við vilja að láta gott að sér leiða, einnig stöðu þekkingarleit og djúpur skilningar á því að tilveran er ótrygg
og að þekking takmörkuð. Það mætti draga þetta saman í að vera auðmjúkur frammi fyrir lífinu. Í bók sinni The Missing Moment gerir líffræðingur Robert Pollack greinamun á vísindum og visku. Vísindin byggja á aðferðum eins og tilgátum, tilraunum og mótun kenninga, en viskan byggir á annars konar reynslu, segir hann. Viskan snýst hvernig vinna má með þekkingu og setja hann í stærra samhengi. Hann telur að nýta þurfi bæði vísind og visku til að fást við áskoranir samtímans. Viskun ekki hægt að nálgast með vísindalegri nálgun. Sannindi viskunar eru ekki vísindi sem hægt að prófa, heldur samspil vitsmuna og tilfinninga. Nú haft eftir gríska heimspekingum Sókratesi að hann viti að hann veit ekkert. Vegna þessa spyr hann stöðugt spurninga og það í gegnum þessar spurningar sem hann þróar visku lífsskilyrði mannsins. Spurningarna snúast hver maðurinn sé og eða ætti að vera, og það sem skiptir máli ekki spurningin ekki svörin við spurningunum, heldur spurningarnar sjálfar. Meira að segja sé ekki vert að lifa lífinu ef maður spyrji ekki greinandi spurninga. Vitundin að lífið tekur enda mikilvægur hluti af viskunni. Við þessa hugsun má tengja bandaríska heimspeking Mörtu Nussbaum sem í umfjöllun sinni frjálsa menntun eða liberal education í bók sinni Cultivating Humanity hún að fjalla frjálsa þekkingarleit háskólastúdenta. Hún telur að stúdentar ættu að fá tækifæri til frjálsar þekkingarleitar áður en markmiða stýrt háskólanám hefst. Þessa sömu hugsun má einnig finna í hugmyndum forspjallsvísindi sem nemendur við Háskóla Íslands þurftu að taka á sínum tíma. Í hug margra viskan jákvætt hugtak og til að kanna nánar hvað það getur falið í sig að vera vitur má skoða eiginleika einstaklinga sem einkenna þá sérstaklega sem eru taldir vitrir. Dæmi einstaklinga sem nefna má eru til dæmis Gandhi, móðir Teresa, Martin Luther King og auðvitað fleiri. Stefán Einhorn, yfirlæknir á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi, hefur í bók sinni Vegen til vísdóm greint eiginleika hjá einstaklingu sem taldir eru vitrir og hafa skara fram úr. Hann undirstrikar auðvitað við þessa greiningu að allir menn eru breyskir og hafa bæði veikar og sterkar hliðar og það auðvitað við alla menn. En Einhorn spyr við greininguna hvaða sameiginlega eiginleikar einkenna þessa persónur. Hér verða nokkrir eiginleika nefndir. Auðmýkt, að halda sjálfum sér ekki frammi, eru meira til hlés og þekkja stöðu sína. Sköpunarkraftur, þegar öll von virðist úti, finna skapandi lausnir. Mikil lífsreynsla, hafa stóran reynslubanka til að sækja í nýjar hugmyndir. Hafa yfirsýn yfir afleiðingar athafna, sjá afleiðingar til skams og lengri tíma. Mannþekkjarar skilja vel manneskjuna í nánasta umhverfi. Fara sína eigin leiðir, láta ekki egóið standa í vegi fyrir bestu lausnunum. Aldur eru oft gamlir eða við aldur. Og þá má spyrja sig til dæmis, en hvað með til dæmis Gretu Thunberg? Hún nú ekki gömul. Af þessar umfjöllun að ofan má draga saman og segja mætti að skilgreina mætti vitra manneskju þá á eftirfarandi hátt. Sá vitur sem hefur styrka dómgreind og hæfni til að glíma við mikilvæga spurningar þar sem engin augljós svör eru við. Einstaklingur getur tengt saman þekkingu og reynslu auk þessi rökfastur með innsæi og getur flétta saman alla þessa þætti með því og fundi lausn á flóknum vandamálum.
Hvað með skólan? Eitt helsta einkenni á skólastarfi er að miðla þekkingu en leggja mætti meira áherslu á eiginleika sem nefndur eru hér að ofan. Það nægir ekki að hafa tilengað sér þekkingu og reynslu til að vera vitur. Viska snýst og fyrst og fremst að glíma við og finna lausnir á vandamálum en til þess þarf eiginleika sem þegar hafa verið nefndir. Það hafa allir menn meira og minna möguleika á að vera vitrir en það þarf að þroska með sér eiginleika og æfa. Skólakerfi gæti lagt mun meiri áherslu að vinna með þætti sem stuðla eiginleikum sem styrkja viskuna. Með því væri leið verið að stuðla að betra samfélagi. Nú hvers vegna er viska mikilvæg í dag? Við lifum á tímum þar sem einstaklingurinn getur aldrei sem fyrr haft áhrif á eigið líf. Viskan getur hjálpað okkur að fóta okkur betur í allt flóknari lífsaðstæðum. Það er heldur ekki til sérstakt plan sem hægt er að fara eftir, en viska gæti hjálpað til við að móta lífsleiðina. Við mætum ýmsum vanda eða mótlæti í lífinu. Viska getur hjálpað einstaklingum að takast á við ýmiss konar erfiðleika í lífinu. Viska getur aukið umburðarlyndi, minnkað ótta. Við að mæta áföllum í lífinu eykur möguleika á hamingju, getur eytt fordómum og aukið innsæi. En viska getur þannig stuðlað að betra samfélagi öllum til hagsbóta. Takk fyrir.